þá hann kominn á línuna frá Akureyri, Hreiðar Leví Guðmundsson. Heill og sæll, Hreiðar. Já, blessaður. Hvernig hefur það í dag, félagi? Ljómandi fínt bara. Það ekki? Jú, alveg ljómandi fínt. Það ber að kannski spyrja því upphafi. Snjór hjá þér eins og hér í höfuðborginni? Það alveg hellingsnjór hérna. Það tók hérna yfir páskana og snjóa alveg heilan helling. Ég held að það væri búið. Já. Þannig að þetta En svo ekki. Það samt fallegt við núna. Það sól og en kalt. En það samt ágætis viður hann. Já. Það gott að heyra, Hreiðar. Ég ætla að taka fyrir nokkur málefni hér í okkar spjalli og við verðum að byrja á byrjuninni og þeim fréttum sem að berast af áhuga Halden topphandball í Noregi. Ég hef kannski ber að spyrja bara rétt í upphafi. Eru þessar sögusagnir réttar? Hafa þeir verið í sambandi við og á höttunum eftir þér? Já, þetta rétt. Þetta búið að vera í gangi í svona tíma, eiginlega. Og ég var búinn að segja já við þeim fyrir svona eiginlega, og svo hætti ég við og sagði nei, og svo liði eitthvað 2-3 vikur og hafði þjálfarinn aftur samband mig og við áttum ágætis spjalla hérna. Og svo endaði ég bara með að kýla á þetta eftir ég hef búin að svona skoða mín mál aðeins og hugsa þetta vel. Já. Að kýla bara á þetta. Þannig að þú getur staðfesta hér í beinni útsendingu í þessum þætti að þú ert að fara til Noregs eftir tímabilið. Það eru alveg 97% líkur á því. Það alveg ansi líklegt. Já. Hvernig, ef þú getur sagt okkur östutt aðeins frá þessu félagi, Halden topphandball, svona bara östutt, hvernig svona styrkleiki þessa liðs í norska boltanum? Hann bara flottur. Þetta klúbbur sem búin að vera mikið uppsveiflu og gríðarlegur áhugi hann í bænum fyrir klúbbnum og þeir voru í ár að berjast hann 3., 4., 5. og voru lendið í 4. til 5. seti og voru að berjast bronsið svona lengi vel. Já. Á móti elfurum. Þannig að það bara nokkuð sterkt lið. Ég þekki til nokkra leikmanna þarna. Það eru 2 sem ég spilaði með í Nötturu og svo eitt hann sem ég þekki á móti sem að spila á móti sem að allir mjög fínir síðan, þetta ekki þannig mikið til liðsins hinna það eru búin að vera einhver endurnýjun og svona en eins og segir það mikil uppsveifla þannig og mikið svona púður verður að leggja í þetta hjá þeim þannig að það bara spennandi. Já, þú þetta spilaðir eins og segir, þú spilaði náttúrulega í Noregi með Nötturu á sín tíma og leið vel, þannig að þú þetta bara, ég getur sagt kannski að fara í umhverju sem þú þekkir og bara spenntur vantilega. Já, svona nokkurnu náttúrulega, þetta er náttúrulega nýjum stað, en enga síður þá svona þekki til deildarinnar og svona hugafarsins og með málið og þannig að það verður enga stund að koma sér inn í alla hlutina með kennitölu og ég bara, það allt rétt í þannig Þannig að það verður ekkert svona rosa viðbrigði, það svona alveg tilbúin í þetta það verður ekkert einhver rosalegur aðlögunartími þannig Nei. Sem flott Já, algjörlega. Segð okkur aðeins frá því, Hreiðar, að því það var, ég hafa verið svona berast, getur við sagt alls konar fréttir af fjármögnun í kringum þig sem leikmann og annað slíkt og sumt að þessu finnst manni nú kannski vera bara hreinlega hálf undarlegt allt saman. Hvernig, þegar maður les heimasíðu félagsins þá reyndar kemur það bara fram að það er bara verið að hreinlega biðja að ég getur sagt aðstandendur klúbbsins og áhorfendur eða áhægendur og stuðningsmenn og annað taki þátt í því að bæta við aðeins fjármagn inn í þetta. Segðu okkur aðeins frá þessu öllu saman og hvernig þetta slær þig? Já, slær mig bara, þú veist, það var fínt fyrir mér að það samband fyrir mig hvort þetta var ekki ok fyrir að gera þetta svona og þetta bara, vildi ég bara líka svona, þetta bara líka til að pumpa þessu upp áhugan, búið til einhverja spennu og eitthvað svona í kringum þetta og svo var ég var með samningu sem þeir buðu mér og ég hækkaði hann aðeins og það vantaði aðeins upp á það
eitthvað svona fjármagn, þannig að þá bara ákveður að hendi í eitthvað svona og það mér finnst þetta bara persónulega nokkuð sniðugt, en þetta setur ákveðna press á mig sem að vera, þú veist, mættur í standi og klár og standa með, þannig að það er ágætt að vera með svolítið púss á bakinu líka, sko. Þannig að þetta eins og þú segir, þetta er gert í samráði við þig? Já, þannig skilur við, ég með þínu samþykki skulum við kannski segja. Með mínu samþykki, já, heila þannig, sko. Þannig sem kemur ekkert nálægt þessu, þannig að bara klúbburinn og kótsinn sem að sjá allt þetta í kringu þetta, sko. En þú veist, þetta bara er ein leið. Já, algjörlega, þetta er ein leið og það er auðvitað bara það sem er auðvitað bara jákvæðast í þessu öllu það að þú ert að nálgast þitt, get ég bara sagt fyrir mitt persónulega litið, þú ert að nálgast þitt besta form og mér hefur bara sjaldan hundust og líta betur út þegar, ég verður bara að segja alveg sér. Já, ég bara bara örlega sjaldan verið þannig sé betra formi, sko, og ég held að þannig sé þetta búin að vera þannig svona uppbyggingar sísón eftir svolítið mikið meiðsli og þannig, og það er svona komið svona meiðsli í kringum þetta líka með og svona, en það er þó ég sé orðið smá, eða svona komið til ára minna þannig með einhverja tölu, sko, þá er ég alveg fáralega mikið mótiveraðar og hungraðar í að gera vel, sko, þannig að mér finnst ég alveg nóg eftir, sko. Já, ég held að það sé ekki nokkuð spurning og það er auðvitað, eins og við höfum fjallaðum hér og komið auðvitað fram að þú náttúrulega varst í æfingahópi að landsliðsins fyrir Evrópumótið í janúar síðastliðnum en meiddist í undirbúningi þar og þetta lítur náttúrulega að vera skref í áttin að koma sér í góðan klúbb í erlendri deild til að sanna sig fyrir væntanlega landsliðsþjálfara til að reyna að koma sér inn í verkefni þar, er ekki svo? Jú, klárlega með það í huga, sko, svo bara þú veist, reyni ég að gera eins vel og ég get til að vera hort til mín og en það er engin spurning að það spila líka inn í að að fara út og geta einbeitt sér vel að þessu að eiga kannski möguleika á góðu kompaki. Já. Það er bara frábært að heyra Hreiðar og það er bara svona aðeins til að klára umræðina með landsliði. Hvernig hugnast þið það að landsliðið sé að fara að spila núna leiki eftir 5 daga og ekki búið að velja hóp og ekki búið að ráða landsliðsþjálfara? Já, ég svo sem ég voru lítið að segja verðan stjórnir sem niður á HSI en það er náttúrulega það er skammu tími í leikina og svona náttúrulega óvissa ég veit ekki hvort ég sé búin að gera allt klárt bak úr tjöldin eða hvort það sé bara eitthvað smáatri sem er eftir ég náttúrulega er bara blanko þannig ég veit ekkert við voru lítið að segja þannig, sko. Já, en það er ef við kannski færum okkur af því sem að er framundan allra næst hjá þér, það er auðvitað getur við sagt bara stór leikur á 50-daginn í framhúsinu á móti Frömmurum þar sem að í boði er að hreinlega komast hjá því að mæta Haukum í 8. úrslitum í Ólisteildinu og það hlýtur nú að menn hljóta að vera ansi vel mótiveraði fyrir það, gerir ráð fyrir. Já, við erum mótiveraði bara fyrir leikina þannig ég getum ekki beint lítið að mæta ekki Haukum, það var maður svona fyrirbúin búin að tapa því ef lendur þar en það myndi muna helviti miklu að vinna og bara koma með sigur inn í úrslitakeppnina bara upp á konfidensi, þú veist, valsararnir eru með hörkulí líka, bikarmeistarar og þannig að við erum þannig að underdogs í hvorum meginn sem við lendum en ætlum að kýla almennilega á þetta núna sem eftir er og vonandi getum við komið óvart og gert einhverja hluti sem að væri gaman að komast lengra. Þannig að menn eru kannski, eins og þú segir, menn eru kannski með hugan meira við það að hreinlega bara mæta með kannski ennþá meira sjálfstraust og því hverju menn mæta heldur en kannski nákvæmlega hvaða andstæðingu það verður. Já, það verður erfiður andstæðingur hvort heldur sem er, sko. Við erum búin að tapa öllum leikjum á móti báðum liðum, þannig
Þannig að það er bara, já, og svona bara bæta okkar leik og koma með confidence og gefa, þú veist, vera svolítið bara með kaldan haus þegar við mætum inn í þetta og samt með sjálfstraust og kassan út og bara hafa trú á verkefninu sem við erum að fara í, sko. Já. Og það er náttúrulega, og auðvitað vill maður bara alltaf vinna, það er alveg saman hvað leikur það er, svo sem. Hvernig hefur þér svona hugnast framganga Akureyrarliðsins, svona ef við tökum bara frá því að tímabilið hefst og þangað til núna, finnst þér verið að sýna svona framför kannski á réttum tíma til að koma með sjálfstraust inn í úrslitakeppnina? Við erum allan að svona, við erum búin að sýna svona glimpsur eða svona hluta leikjum sem við erum að spila frábærlega og svo koma svona kafla sem geta verið rosalega dýrir hjá okkur. Og við vorum miðbygg móts að spila okkar besta bolta og svo erum við búin að vera, þó við séum ekki hvað sem búin að ná eitthvað rosamarga punktar, sko, þá erum við samt svona búin að sýna að hluta til hvað við getum. Og við þurfum bara, ef við náum að festa það í 60 mínútur leik, þá erum við flottir, sko. En það þarf líka að hafa festið í 60 mínútur, ekki spila í 45 eða 50 mínútur góðar eða eitthvað. Það 10 mínútur það hafa oft kostað okkur bara 5-6-0 kafla í hraðaflöpum og eitthvað, sko. Það var svo dýrt hérna. Þetta verður mjög athyglisvert og verður bara hreinlega mjög forvitnilegt að fylgjast með bara þessum leik og leikjunum öllum sem eru spilar á fimmtudaginn og auðvitað hefst þessi síðasta umferð með stórleik Hauka og Vals í kvöld og svo þetta bara tekur við það sem allir eru að bíða eftir, það er sjálf úrslitakeppnin. Já, það er bara spennandi. Þetta er þannig sé skemmtilegasti tími ársins í handboltanum þegar hann fer í gang og þá er bara, þá veit maður að það er annarkvort er bara að koma í sumarfrí eða þá fara lengra, skilur, þannig að það er Íslandsmeistaratitillinn í húfi, þannig að það er bara tilhlökkun að vera að byrja að fæta fyrir því. Já, engin spurning. Ég held að við látum þetta vera loka orðin. Hreiðar Leví, takk fyrir að gefa þér tíma, til hamingju með, getum við sagt væntanlega, vistarskipti til Noregs í sumar og gangi ykkur allt í haginn á fimmtudaginn og í úrslitakeppninni. Takk fyrir spjallið. Já, takk hjá sömuleiðis. Heyrumst, bless. Já, bye.